Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að fræðast örlítið punktinn hérna á Akureyri og til mín eru komnar Elín Antonsdóttir og Barbara Hjartardóttir. Velkomnar. Takk fyrir. Punkturinn 25 ára fyrirbæri ekki satt hérna á Akureyri. Elín, ef þú segir okkur aðeins söguna, svona bara stiklar á stóru. Já, upphaflega þá var hann nú settur á laggirnar út af atvinnuleysi. Já. Og þá voru verksmiðjurnar fallnar og þá var líka verið að setja kvóta í sveitum og mjólkurkvótan og sauðfjárkvótan og síðan auðvitað sjávarútvegskvótan, fiskveiðikvótan. Þannig að og húsnæðið autt frá. Þannig að það var, ég held að ég muni það rétt að hafi nú verið Jón Björnsson sem það var félagsmálastjóri að hann svona ýtti undir að þetta væri sett á laggirnar. Og var það þá í Verksmiðjunum? Já, það byrjaði í Verksmiðjunum? Það byrjaði í Verksmiðjunum, já. Og sem þá svona námskeiðahald eða? Já, það voru námskeiðahald og svo það var bara fólk kom þarna til að gera allt mögulegt. Hittast og... Það var strax búið að gefa einhverjar vélar og svona hérna inn sem fólk gat nýtt sér og það var mjög mikið svona samhugur í fólki og samheldni og þetta kom ekki bara hérna frá Akureyri, það kom hérna í sveitum og smærri stöðunum í kring. Fólk sem hafði mist vinnuna, bara aðalega atvinnulaust fólk. Síðan í áranna rás þá hefur þessi starfsemi þróast þannig að hún þjónar orðið miklu fleiri sem sagt hópum. Og þú ert bara búin að nýta þér punktinn dálítið vel, ekki, gegnum tíðina? Sko, ég byrjaði náttúrulega sem krakki að fara í Gilið á námskeið þar. Þá var það flutt úr Verksmiðjunum yfir í Gilið. Já, og hérna, svo eftir þetta flutt í Rósenborg fór ég að vera í starfsendurhæfingunni og þeir koma þarna einu sinni í viku og þar fengum við að prófa bara allt sem í boði. Meðan ég var í starfsendurhæfingunni fór ég í starfsþjálfun hjá þeim. Þannig að þá náttúrulega var mér hent í allt. Já. Þú ert búin að kynnast öllu starfinu þarna, öllum námskeiðunum öllu. Ég eiginlega búin að prófa öll herbyggi í húsinu, sko. Og núna ég sem sagt fastur notandi. Ég sjálf að berjast við kvíða, þunglyndi, líkamleg, sem sagt veikindi líka. Þannig að þetta hjálpa mér rosalega mikið til að koma mér út og bara að hitta fólk. Og þetta starfsfólk sem þarna náttúrulega dásamlegt. Ég hef það til að koma bara í spjallistæði fyrir að vinna. Og þetta bara þinn griðastaður og aðalstaður. Og nú eru blikur á lofti því að það stendur til að flytja, bara leggja, ekki leggja niður, en flytja hann yfir í Víðilund. Sko, fyrir okkur sem erum hana, þá finnst okkur þetta eiginlega bara verið að lokunum í pörtum, áfengum. Það á að hætta með kvöldopnun sem mjög mikið sótt. Og það eru kvöldnámskeið, vinsæl? Já, líka kvöldnámskeiðin, sko. Og að flytja þessa starfsemi upp í Víðilund náttúrulega það að þau þurfa að minnka töluvert við sig. Já, því það ekki mikið pláss. Það náttúrulega ekki nema bara hluti af þessari starfsemi sem núna á punktinum sem gæti komist fyrir þarna upp í Víðilundi og fólki sem þar og fastagestir og það ekkert mjög ánægt með það ef á að fara að þrengja að því sem bara mjög skiljanlegt. Og mér langar nú kannski til að koma líka inn á það að þetta eru svo fjölbreyttur hópur sem að sækir þarna. Það allt frá börnum og upp í gamlar kettlingar og kalla og það semst eldri borgarar og síðan eru öryrkjar, atvinnulausir, það svo rosalega margir. Skemmtilegu þverskurði og svo eru grunnskólabörn líka að sækja námskeið þarna. Svo eru grunnskólabörnin sem eru í námskeiði og það eru sko, það var nú gerð stikkprufa og þetta eru 300–400 komur á mánuði. Þannig að þetta ansi mikið. Vitum við eitthvað af hverju þetta stendur til að færa þetta? Þarf húsnæðið að nýtast undir eitthvað annað eða hvað að gerast? Ég held að eins og staðan núna að það sé ekkert sem á að koma í þetta húsnæði. En þetta húsnæði, þetta eiginlega eins og sniðið fyrir punktinn.
Jú, var ekki verið að tala um það að skátarnir ætti að fá þetta húsnæði? Herðu, þeir... En sem er náttúrulega bara fáránlegt. Já, þeir kannski vilja ekki heldur það. Nei, það hendar þeim ekki. En ég langar kannski líka aðeins að koma inn á sko hvað þetta kostar. Já. Af því að þetta náttúrulega snýst oft peninga. Mjög oft. Og það þannig á fjárhagsáætlun þá þetta 38 milljónir. Sem að kostar að reka punktinn á ári. Réttum 1/4 eða 9 milljónir fara beint náttúrulega til bæjarins aftur í formi húsaleigu. Já. Nú, fólk auðvitað borgar þarna, það borgar námskeiðsgjöld og það borgar hráefni, bæði glerið sem er gefið þarna upp eftir og efni og gatn og allt þetta borgum við sko og kaffi og annað. Þannig að þetta er alls ekki 38 milljónir sem þetta kostar bæinn. Þetta aðalega þá starfsfólkið. Og hvað eru margir sem vinna þarna? Já, hvað eru þau mörg? Býttu nú við, þau eru 4 eða 5. Líklegast, já. Og kannski ekkert öll í fullri vinnu, hlutastörf, já. En þetta ykkar svona áhyggjuefni, hvað verður punktinn og hérna það búið að vera undirskriftasöfnun, er það ekki á netinu? Jú, það óperu sem heitir Punkturinn áfram í Rósenborg. Þar sem sagt undirskriftalistinn bara fastur efst á síðunni. Veistu hvað margir eru búin að skrifa? Herðu, þar sem ég sé nú þetta þá skoðaði ég í morgun og það 222. Já. Og það eru svona margar athugasemdir sem skrifað við sem eru náttúrulega bara, manni klökknar sko, bara sem notandi og vita hvernig fólkið sem vinnur þarna, að heyra hvað notendunir eru ánægðir með þetta eitthvað. Já, og þetta allt svo starfið þarna. Já. Og vilja ekki sjá það fært. Nei. Og bara þegar ég hef verið á svæðinu og verið að ræða við sem sagt aðra notendur að það eru allir mjög áhyggjufullir og mjög sárir yfir því að það eigi að slúta þessu. Já, við eiginlega skiljum þetta ekki alveg. En þetta nokkuð alveg útilokað að þetta geti, ekki að berjast fyrir því að kannski að þetta bara fá að vera þarna áfram? Ég held að við sitjum ekkert hérna fyrir ekki neitt, sko. Nei. Og við skiljum þetta ekki að það skulle alltaf þurfa að ráðast á þennan lágagarð þarna og hérna vegna þess að það þegar til dæmis að koma hér gestir til bæjarins úr öðrum bæjarfélögum þá það stolt bæjarins að geta sýnt punktinn. Er það ekki? Jú, af því þetta svo sérstakur fyrirmyndar. Já, við þurfum að standa vörð svona fyrirmyndarverkefni. Þetta Rósin í Hnappagati fyrir Akureyrarbæ. Já, það það sko. Það bara ekkert annað sko. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og vona að punkturinn verði áfram í Rósenborg. Við reynum að gera okkar til þess. Það ætla að gangi ykkur vel í þessari baráttu. Takk fyrir.